Við ætlum að fá fréttir frá sveitarfélaginu Ölfusi og Barbara Guðnadóttir á línunni. Bless og sæl. Blessaður. Það komið 50 dagur, gaman að heyra í þér. Já, það heldur betur komið 50 dagur. Þetta alveg tíminn flýgur áfram. Svona líður þetta. Herðu og páskatin framöndan og vorið vonandi. Já, það sem ég fann samt svolítið kalt að koma í vinnuna í morgun. Það var svolítið kalt í morgun, já. Það blés svolítið og þá verður kalt en það er búið að vera náttúrulega afskaplega fallegt í gær og mikið sól og gaman. Og farfuglarnir farnir að gera vart við sig hérna? Já, það er bara dásanlegt. Það er að verða allir svo orkumeri og jákvæðari og glaðari þegar fyrir líka er orðin dagurinn farin að lengjast og þetta er bara yndislegu tími. Þetta er meiri áttar. En hvað er að frétta úr Ölfusinu síðan síðast? Við erum búin að vera hérna sveitt í morgun. Ég var bara með 3 karlmenn hérna á bókasafni löngu áður en að safnið opnaði að setja nýja sýningu. Við skiptum alltaf út og erum með nýja sýningu í byrjun mánaðar. Og í dag klukkan 6 þá ætlum við að opna þessa nýju sýningu sem verður hérna í gallerí undir stiganum, sýningarými bókasafnsins og sá sem að sýnir, hann heitir Rafn Gíslason. Já. Og hann hefur verið að dunda sig við að hanna og teikna merki mest íþróttafélaga en líka ýmissa annara félaga og hann var, þetta er búið að standa til í svolítið tíma. Ég er búin að vera mikið að íta á hann að setja upp sýningu því að ég veit að hann hefur verið að gera alls konar merki og nóg að sýna. Já. Þannig loksins lét hann til í það. Frábært. Þetta eru oft svolítið svona skemmtilegar sýningar þegar fólk maður að draga fram einhverja sem að sýna eitthvað sem að fólki kemur yfirleitt á óvart. Já. Og þarna eins og segir í fréttinni að þarna má sjá yfir 20 merki sem eru í notkun í dag, auk merkja sem ekki verið að nota. Já, þarna hann hefur teiknað alveg rosalega mikið af merkjum og þetta eru mest íslensk merki sem er á sýningunni en líka einhver erlend og þá í þessum flokki merki sem er verið að nota, hann hefur verið að teikna merki lítilla og stóra íþróttafélaga og erlendra og íslenskra. Já. Og það er verið að nota þetta mikið, en svo er alls konar merki þar sem hann hefur bara verið að leika sér og tekið þátt í keppnum og eitthvað sem hefur svo verið lagt til hliðar. Og þetta er mjög skemmtilegt. Þarna ég hvet líka sérstaklega íbúa hér að koma og skoða sýninguna. Þarna eru tillögur að nýjum merkjum fyrir íþróttafélögin hér. Þetta er mjög skemmtilegt að skoða. Já. Það er bara og hann er svona mestarleiti sjálfmenntar í þessu. Já. Hann er smiður. Hann þurfti að hætta að smíða af heilsufars ástæðum og þá fór hann í þetta. Mér finnst það alltaf svo frábært þegar fólk finnur sér þegar einhverja dyr lokast þá opna maður bara aðra dyr. Það er nú bara alltaf þannig. Oftast. Þetta er dásanlegt. Þetta er oftast þannig og það er bara skemmtilegt þegar gengur fólk finnur sér eitthvað hann er greinilega mjög fær í þessu og bara frábært. Hvetjum fólk til þess að skoða þessa sýningu sem opnar klukkan 18? Hún opnar klukkan 18 og verður svo opin á opnatíma bókasafnsins út mánuðinn. Já. Þannig að það er mjög skemmtilegt að koma og skoða. Svo það eru ákveðin mörg merki, ég held að það eru rúmlega 40 sem eru innrömmuð og ávagnum, en svo er hann líka með fullt af merkjum í meppu, þannig að það er svona viðbót. Þetta er miklu fleiri heldur en 40, þetta eru einhver 60-70 merki sem þetta er að skoða þarna. Þetta er spennandi. Svo fór betur en áhorfist þegar að það kom eldur í íþróttahúsinu hjá okkur? Já, þetta í sánaklefa kom upp eldur og það náði að slökkva og varð ekki mikill skaði og það starfsfólk brást hárrétt við og slökkviliðsmenn voru kallaði til. Þannig að það fór allt saman vel sem betur fer. Glæsilegt. Það er frábært. Það er mjög gaman. En svo er ég líka með sérlega skemmtilega fréttir af höfninni. Ég og hafnarstjórinn, við fórum reyndar að mjög áhugaverða sýningu eða ráðstefnu í Reykjavík núna í byrjun vikunar. Það var sýning og ráðstefna í Hörpu þar sem var verið að fjalla fjárfestingar í
ferðamanna iðnaðinum. Já. Og þar voru pallborðsumræður og höfnin hérna, hún er í samstarfi með Cruise Iceland, sérst komin inn í Cruise Iceland þar sem að hafnir og skemmtiferðaskipið hafa tekið hömdu saman þessi samtök. Og það var mjög áhugavert og mikið talað þessa bólu sem að ferðamanna iðnaðurinn er. Já. En það líka rosa bóla í svona, bara þvílíkt fiskari. Það já. Mókafli bara og mikil aukning í löndu núna á fyrstu mánuðum ársins, mjög mikil aukning frá fyrra ári. Þetta eru frábæra fréttir. Það mjög gaman og strákarnir í Hafna sem eru með Hafnafréttir á vefnum, það svona við fréttamiðlinn okkar, hafnafrétti.is, þeir tóku saman smá frétt þetta. Við byggum til Facebook síðu sem heitir bara Þorlákshöfn og þar hefur hafnarstjóri hendir myndum á og til og sett inn fréttir af afla og öðru annað. En þegar ég að fá hafnafréttina, þeir tóku þetta saman þegar ég sá hvað mikið að vera á höfninni og tóku saman tölur. Já. Og nú ætla ég bara að vitna í þessa grein hjá þeim að hafa landað alls 3.274 tonnum í janúar og febrúar á þessu ári, en til viðmiðunar þá var landað í janúar og febrúar á síðasta ári alls 1.438 tonnum. Þannig að aukningin er tæplega 230% milli ára sem ekkert sem áræði. Og hvað, já, þetta er rosalega gaman, en hann var búin að segja mér það, hann Hjörtur, hafnarstjóri, það er bara svakalegt fiskari. Þetta eru gleðifréttir og þetta eru mikla gleðifréttir. Eitthvað sem veldur þessu en sem er bara gott. Já, ég veist að ég nú þekki ekki hvað getur valdið þessu. Það er bara greinlega, fiskurinn er hérna. Já, þeir eru komin með betri net. Já, og það er bara rosalega mikið af fiski að þeir eru eldsnöggir að fylla netin. Já. Þetta er bara með ólíkindum. Þetta er auðvitað frábært og já, aflabrauði febrúar þarna í fréttinni, þá er Ársæll þarna efstur. Já, það er aflahæstu bátarnir. Já. Þetta er gott. Þetta er skemmtilegt. Þannig að það hlýtur að vera ykkur peningalikt í höfninni? Já, við erum alltaf voðalega viðkvæm þegar við tala um lyktina, en það er bara mjög góður ilmur í loftinu. Já, ég sagði það líka, ég sagði aldrei vondlykt, ég sagði bara peningalikt. Nei, ég veit ekki hvort að maður talar um peningalikt, ég er ekkert, hún getur verið ágætt. Þetta var rótt sagt í gamla daga. Já, þetta var mikið notað. Peningalikt í loftinu. Já. Þetta er gott mál. Herðu, það er körfuboltaleikur á morgun, er það ekki rétt í mér? Það er stórleikur. Þór Þorláksson Njarðvík. Já, og fólk var til að mæta í íþróttahöllina og hvetja liðið. Þetta er bara spennandi. Annars bara fínt að frétta? Annars bara mjög fínt að frétta. Gott að heyra. Allir bara frekar brosandi. Já, er það ekki alltaf þetta í höfninni? Jú, það er alltaf allir brosandi inn í höfninni. Það er bara hægt að ganga út frá því sem vísu. Já, nákvæmlega. Þannig að sjá brosa fólki. Já, þetta hefur smitandi áhrif bara í gegnum þig. Ég heyri það á Finna. Þetta verður að brosa? Já, ég er ánægð með því. Alla hringir. Það er bara þakka til að heyri í næstu viku. Takk fyrir þetta. Takk sem leiðis.